Takk Kristín. Já, ég Leifur B. Björnsson og kannski vil ég bara fá okkur sæti, ég veit það ekki en taka þetta japanska vegu en eða bara standið hérna og notið. Já. Svo hérna félagi minn Steinunn Anna, hún situr hérna. Líka við hérna sem sagt svona sérhæfum okkur, skiptum hérna yfir á fyrstu glæru í sem sagt svona staðsetningatengdri upplýsingaþjónustu fyrir þá snjalltæki og þess háttar. Og þá erum við búin að vera að þróa svona núna í gegnum tíðina, svona kerfi, svona content management system til þess að setja upp allt efni sem á að birta og svo stýringin af því hvar það birtist og hvort það er gert með GPS. Við byrjuðum með utanhús leiðsagnir með GPS og færðum okkur svo yfir í að gera líka fyrir innanhús og við tölum betur það núna á eftir. Og umsjónarkerfið okkar, þá getur fólk sett eins þessa kort og sitt efni, sett upp senda fyrir innanhúskerfið og er svo með útgáfustýringu af því sem er gefið út og er síðan hægt að hala ofan í snjallsímana. Og margt af þessu efni er hægt að nota offline, sem sagt, sérstaklega í ferðaþjónustunni er það mjög mikilvægt að fólk geti haft audiogætin og annað því líkt bara í símanum og sé ekki að streyma þetta yfir netið. Og svo erum við búin að koma þessu í þann farveg sko að fólk getur pantað hjá okkur sérmerkt upp. Það er svo mikið svona gjallandi hérna. Er þetta að lækka eða eitthvað? Eða bara svona? Er þetta betra? Nei, hann notaði þjóðum en hann bara þess fjær. Og gerum sem sagt sérmerkt upp fyrir fólk. Erum með svo kallar white label eins og þau segja á enskunni. Og þannig keyrum við fyrirtæki þá bara á þessu sviði. Og erum núna í Bluetooth í innanhúsleiðsögn og svo hefur við verið að kíkja líka á að nota segulsvið og Wi-Fi og ljós og ég kem svona aðeins betur inn á þetta á eftir. Ef við bara byrjum á Bluetooth Low Energy, þá er ágætt að setja þessa glæru hérna upp af því það eru svo mörg nöfn yfir saman hlutin, eða svona næstuð í saman hlutin. Það er svona aðeins að skýra. Sumir segja BLE, aðrir segja Bluetooth version 4, aðrir segja Bluetooth LE. Sem stendur fyrir Low Energy. Og svo er líka talað Bluetooth Smart og þetta er í rauninni allt sami hluturinn. Þetta er Bluetooth version 4 protokollin sem að Nokia byrjaði með hérna 2003 en varð aðgengilegur í öllum snjalltækjum svona frá loka árs 2011 byrjun 2012. Þannig að síma frá þeim tíma geta nýtt þennan Bluetooth Low Energy standard og Low Energy, þýðir nýtir minni orku en er aftur á móti bara send í aðra áttina. Það eru sendar, þið sjáu þarna einn upp á veggnum þarna fyrir miðju, hvítan og svo annað þarna inn í þessu svarta þarna hinum megin og þessi sendar þeir senda frá sér signal og hérna á lítilli orku og ganga fyrir rafhlöðum og sem sagt síminn getur skynjað nálgunina við þessa senda. Síðan fór Apple, þeir eiginlega ruddu brautina með þetta og settu inn þennan iBeacon protocol inn í Bluetooth Low Energy og það er pakkin sem er sendur, upplýsingapakki sem er bara lítil og nettur pakki og þar eru bara upplýsingar sem auðkenna sendin. Það eru þrenns konar upplýsingar, identification númer, major númer og minor númer og samsetningin af þessu auðkenni sendin eins og fyrsta nafn, miðnafn og eftirnafn. Og framleiðendur þeir setja þessi númer oft þannig að þá er bara spurning að skrá númerin inn í kerfin af því að appið þarf í rauninni að vita hvaða sendir sem sagt á að tryggra hvaða efni. Þannig að þetta er ekki báðaráttir, það er ekki það að síminn sé að spurja sendin hvaða efni á ég að birta hér heldur sendin sendir bara upplýsingunum sig og síðan þarf appið í símanum að ákveða í rauninni hvað á að gera við upplýsingar, hvaða efni á að birta. Þannig að í kerfinu okkar þá skráir hún alltaf sendana, þú leggur það inn á kort og skráir sem sagt auðkennisnúmer sendana og tengir þá við efni sem á að birta á hvernig stað eða þá staðsetningu notandans ef að það er nóg að sendum til þess. Eddystone er protokól sem kom frá Google, kom aðeins síðar frá Google, svona ári síðar og það sem Eddystone hefur er í rauninni það að það sendir í þessum pakka, það sendir slóð, bara slóð og þá er þetta að vera með generi stapp sem að þarf ekki að skrá hvernig einsta sendi bara generi stapp sem að í rauninni les slóðina og tekur svo notandan á viðkomandi slóð
og þá í rauninni bara hægt að vera með eitt app og það hver sendir skráður fyrir hvað efni á að birta. En það í eðli sínu samkvæmt mjög svona online upplifun. Þá ertu alltaf nettingur og þú fer skráður einhverja slóð og kemur að einhver beacon og þá opnast einhver síða í rauninni. Þannig að þetta eru svona þessi protokollar, Eddystone, iBeacon og þeir keyra allir á þessu Bluetooth Low Energy eða Bluetooth Smart eða Bluetooth version 4 eða hvað maður vil kalla það. Og að þegar við erum ekkert að mörg þá bara endilega ef við viljum spyrja þá skulum við bara gefa merki og við leysum það. Hérna nú svona örlítið þessa flóru af þessum sendum. Það eru alls konar framleiðendur af sendum. En chipsetin í þeim koma helst frá Nordic Semiconductor, þeir eru svona einna stærstir, Texas Instruments, einni viðbót. En við höfum verið að nota þess Nordic Semiconductor þegar þeir hafa bara verið mjög stabílir og síðan bara spurning umbúðir. Og það eru alls konar framleiðendur af þessu og þú getur fengið þetta alveg niður í hérna einhver $1-2 og ef þú lóðar batteríið á sjálfur og útbýrir þetta eins og vilt. Við byrjuðum aðeins þannig, en við höfum verið að nota mikið þessar beacona frá Contact sem eru þannig á vegg og eru hérna líka. Og þeir eru svona auðveldri í umsjón. Það er svona QR-kóð bakinu, þeir eru með nafn og hægt að skanna þá og svona auðvelt að fletta upp númerunum og auðkennunum þeirra og þeir eru þokkalega öruggir. Við komum að svona öryggismálum eins og til dæmis ef að ég setur beacon sem að gefur þér sérstakt tilboð á skóm eða eitthvað. Og ef ég er með aðra skópu þá getur farið á fundi beaconi, sniffað númerin sem eru þar og setti beacon hjá mér með sömu auðkennisnúmerum og þá kemur skótilboð í búðina mína líka. Það er það sem menn vilja ekki. Þannig að það eru ýmsar leiðir sem eru farnar í að tryggja öryggi. Þeir eru ákveðinleiti læstir, það eru vissulega brokkastæði númerunum, en þá eru farnar leiðir í að rótera númerunum þannig að þau breytast og einn dags og eitthvað svona vesen. Það er eiginlega svona helstu öryggismálin sem maður þarf að leysa og svo er náttúrulega fyrir utan það að þetta er lítið og nett og það er náttúrulega að rífa þetta niður og stela þessu. Ég veit svona sem akkur fólk ætti að gera það er ekki mikið þetta að gera. Svona almennt, en stóri kostum við að þetta gengur fyrir rafhlöðu og þetta eru allt svona rafhlöðugræður. En síðan núna General Electric og aðeins svona í ljósabransanum, sérstaklega með LED-ljósi. Þeir eru að byggja Bluetooth Low Energy inn í ljósastæði og það er náttúrulega upplagt sérstaklega fyrir verslanir og söfn og svona þegar þú ert að lýsa upp hlutina og þá kemur notendur akkurat í reyns út úr ljósinu og þá er ekkert batteri í vesinu því þá ertu náttúrulega með rafmagn úr ljósinu. Þannig að það er eitthvað sem við höfum örugglega eftir að sjá svolítið meira sérstaklega í þessu svona verslunar umhverfi með það. Og bara þegar þið farið að prófa svona ólíka tegundir af beaconum þá skulið þið kíkja á hvaða chipset í þeim af því að gæðin eru gríðarlega misjöfn og líka hvað eyðar miklu orku. Hérna er svona smá afsakið á ensku, ég tók þetta nú á netinu þessa mynd að svona hvaða iðnaður í rauninni að nýta þessa tækni. Og þið sjáum að rauði þráðurinn í þessu verslun og á einhverju leyti. Við tökum bara eins og verslanir hérna stores, deliver store offers og catalog to target shoppers. Það átti að vera rosalega hot 2015 en það hefur einhvern veginn ekki orðið það því að bara þessi retail-bransi svona hann tekur svona kannski seinna við sér og líka það að meðvitundin í notandanum að nýta einhverja svona tækni þegar þú fer inn í búð þegar hún er ekkert endilega til staðar ennþá. Og við unnum eitt verkefni með Cage Cannon sem er Íslendingur sem rekur fyrirtæki út í Luxemburg og þeir tengduðu Business Intelligence kerfi og við gerum appi fyrir þá og þá er einmitt hugmyndin, þú gengur fram til búð og það er að segja þú skráður í appið og þið þekkir prófílinn, þið vita hvað þú vilt og hvað þið finnst flott og þá farið tilboðin og svo kemur inn í búðuna, þá farið ennþá frekari tilboð út frá því hvað þinni verslunarsögu og bara svona þetta típiska Business Intelligence dæmi en þarna erum við að nýta app fyrir framsendingu tilboðunum og til að draga fólkinn í verslunum og til að kaupa meira. Og síðan er afgreiðslan á tilboðunum við kassakerfi sem hefur ekkert með beaconum að gera. Og
Og í veitingastöðum að þá þetta svona aðeins fara að sjást svona sem hipp og cool, sko. Það stundu þjónarnir sem með svona þegar þau koma að borðið og taka pöntun og þá bíkon undir borðinu og þá detektar hvaða borðið verið að taka pöntun af eða þá verið að gefa fólki einhverja sérstaklega díla eins og í verslunum þegar þau koma inn á restaurantuna. Shopping mall náttúrulega svolítið að sama en þá vilja menn fara saminast. Eins og við tökum Kringlan sem dæmi að ef það myndir saminast það verið Kringlu app og alla verslanir getur verið inn í því sem að, og þegar við kemur í bíluna og notar Kringlu appið og ert með alla verslanir það inni og þá ertu rauninni komið með gólfkort af Kringlunni, upplýsingar hvar allar búðirnar eru, hvernig á ég að komast í Topshop og allt þar fram eftir götunum og notum bíkona til þess og öðru leyti þetta þá tengt líka stór sem sagt eða verslunum sko þegar við kemur inn í verslunum og slíkt sko. Á flugvöllum erum við að tala mikið sko hvað langt í geitið, við hvað ég staddur og líka tilboð. Flugvöllir eru stór mál líka. Og svo svona á íþróttaviðburðum þá rauninni ef þú ert með íþróttaappið þá getur appið skráð sig ég á svæðinu, ég staddur á vellinum og segir appið þetta detekta bíkona. Ef það úti náttúrulega GPS bara fínt sko en ef það inni þá bíkona til. Og þá rauninni hægt að senda öllum sem með appið tilboð eða eitthvað þýðinlíkt. Það sem við höfum svona hjarta okkar hefur legið mest í og höfum komið við að þessu lítilgeira, það eru söfn og galleri og svona menningatengt, sem sagt að miðlun á sögu og menningu. Og okkar kúnnar hafa svona fyrst og fremst verið í túristabransanum og skólar líka sem að fara í svona vettvangsferðir og gera leiki og þess og svo náttúrulega söfn og galleri þar sem að við erum að nýta innan hús kerfi þannig að þú kemur upp á einhverju verki, það gengur inn í eitthvað rými og fær þá upp sem sagt upplýsingar tengt í rými. Við settum hérna upp smá kerfi í gær, kvöldi, þegar allir básarnir voru komnir upp, rosa stuð og settum hérna upp eina 45 svona senda og hérna það þarf nú að stilla svona af svona svolítið betur en það svolítið þétt sumstaðar að gæti eitthvað svona að hoppa á milli en þetta virkar hérna eins og inn í þessu rými að þá ætti að fá dagskrána fyrir þetta rými sem við erum inn í hérna núna. Og svo sjáum við hérna frammi, sko, það ef að það ég kannski sýn ekki bara myndaði hérna á eftir Ég ætla aðeins að segja ykkur hérna með söfnin. Við erum að setja upp fyrsta safni sem gerðum var eldtimar í Vestmannaeyjum. Þá fórum við gjörsamlega alla leið. Við erum að tala 1200 fermetra rými og við setjum upp hérna 65 senda í þessu rými. Og það var að því að við notuðum hérna, við reiknuðum út staðsetningu notandans og þá þarf notandinn að vera nálægt svona 3 sendum sem ekki meira en 7 metra fjarlægt. Og þeir féllu bara inn í umhverfi, fólk tekur ekkert eftir sendunum, við máluðum yfir það og hvaðina sko. Þannig að skiptum batteri, það rosa stuð sko, svona. Og þar kemur punktur á kortið sem sýnir hvar þú ert. Það erum við ekki að gera hér. Svo það hitt sem við gerum svona, proximity detection, hvað þú ert nálægt hlut sko. Og bíkon eru meira notaði þannig, að þú þarft ekki marga bíkona. Ef þú kemur upp að þessu hér til dæmis, þá er nóg að hafa 1 bíkon hér og ég skilgreini þegar að notendur eru innan 2 metra radíus frá bíkonum þá eigi eitthvað að gerast. Og svo hérna vorum við settið upp núna fyrir jól hérna í National Portrait Gallery í London og þeir völdu nú okkar kerfi fyrir þetta því að þeir geta unnið allt þetta efni sjálfur. Það er svo mikilvægt. Við erum svona þjónustaðili sem býður upp á tæknina og gefur út öppin og svo getur fólk sjálft unnið sem sagt hönnuðir og aðrir unnið sitt efni, sett inn og gefið út og prófað og það er mikið gott á. Og svo svona viðburðir. Nótem hérna ráðstæðilega sem voru út í Pólandi með þetta og svo núna hérna út í Bessan hérna. Og svo þetta er svona það sem að snýr mest að innanhús leiðsögninni hingað til. Svo erum við líka náttúrulega í alls konar svona túristaöppin. Svo núna að koma hérna Hali, hérna Þórbergsseturs. Það að koma núna mjög smart sem segir sögu Þórbergs. Eftir sem við gengum gegnum safnið, við gengum gegnum svona leikmyndir og þá færðu sögurnar á baðstofunni og sögurnar hérna frá Ísabel og svo færðis. Það var svona aðeins bakka niður á jörðina, nú erum við að tala söfn. Ok, þú kemur upp að einhverju verki og fær upplýsingar á verki. Það í sjálfu sér ekkert nýtt. Það búið að gera þetta í 30 ár. Og hefðbundna leiðin að vera með svona oft frekar svona klunnaleg og dýr tæki sem að kosta svona 900 €, 1000 € stykkið sko. Það er frekar proprietary
og þá stippa fólk í kóða sem búið að prenta við hliðina á verkinu og þá færðu hljóðleiðsögn eða fleiri upplýsingar á skjá. Næsta skrif var að setja upp þessa QR-kóða, þannig þá gastu reyna að nota snjallsímaðinn, þurfti ekki að hafa einhver sértæki, jú, vissulega líka QR-kóðar með sértæki. Þá þarf fólk að bera sem sagt tæki upp að einhverjum svona QR-kóða og það sem fór sérstaklega fyrir brjóstið á þeir sem að reka söfn og galleri er hvað QR-kóðarnir eru ljótir fyrir það fyrsta og skemma umhverfið og í öðru lagi þeir þurfa svolítið mikla birtu og notandi þarf að vera rosalega meðvitað og ég þarf að taka símann, bera hérna upp að og bíp og fá skannir. Þannig að það hefur ekkert náðan mjög langt QR-kóðar í þessu samhengi sem fyrir söfn á þessu. Og þannig að menn tóku svolítið fagnandi þessum Bluetooth Low Energy sendum. Þá þarf notandinn ekki að bera símann upp einhverju eða kveikja myndavélinni, þá skiptir lýsingin engu máli og þess háttar og það var sett svona upp. En þið sjáu þarna eins og þessari mynd þarna, það er þarna, hún er pínlítið ýkt þessi mynd. Þegar hérna erum við með sendi, svo erum við annan sendi hérna svona í hvað? Metersfjarlægð eða 1,5 metri, eitthvað svoleiðis. Ef þú ætlar að gera þetta svona, þá þyrftir notandinn að ganga alveg upp að, þá myndum við setja radíu á 50 cm eða eitthvað upp að verkið til að fá hérna upplýsingar verkið þegar það er svona stuttamilli verk. En í raun umhverfi þar sem er fullt af fólki þá stendur fólk ekkert akkurat til að standa hér. Fólk sem satt í hérna Brussel, saxafóninn með svona hljóðfæri, þá voru við með svona tækni í reyndar svona mjög sérbúnu tækjum og þá voru svona búið að merkja gólfið, stattu hér. Og þá stóð maður þar, beið í 3 sekúndur sem er mjög eðlilegt bíða og þá kom eitthvað. Og það myndaðist biðröð við hvað maður átt að standa. Þannig að það er svona, það þurfa að passa sig svolítið, þá er líka að taka fleiri bíkona. Það er þetta að raða þeim, þetta var bíkon hér og það var bara stuttar radíus á milli þeirra. Bíkonin kostar, svona góði bíkonar, 20 til 25 eurur og þannig að þeir eru ekkert mjög dýr. En svona þetta hefur verið þróunin í þessum safnargeira að vera að fara meira út í þessa sjálfvirkni og nýta þessi tæki sem fólkið er með á sér sjálf. En svo eru önnur söfn eins og Eltemann, þeir finnir það app ekkert í App Store. Þeir vildi ekkert að þetta færi út af húsi. Þeir keyptu bara Android tæki, 150 stykki og eru bara að láta fólk á og gera þetta í afgjörskunni og hafa þetta allt bara innan hús og allir með eins. Það er náttúrulega ákveðið flækistig sem myndast þegar þú ert að hljóða hvernig fer ég inn í App Store, hvernig tengist þið við Wi-Fi þegar fólk er að installa þessu á starfni. En svo er aðrir svona National Portrait Gallery, þeir kynntu þetta út á vefsíðunni og létu hópa vita áður en þeir komu þannig að allir voru búin að installa og svo voru við líka með tæki sem að þeir leigðu út og sérstaklega. Þannig að allir gangur að því. Kostur og gallar, bara ég byrjar nú ofta að segja að ég tala þetta að Bluetooth Low Energy er ekki fullkominn, langt í frá. En það er í áttina og aðal ófullkomleikin við Bluetooth Low Energy er að síminn er að skynja styrk merkisins. Þannig eftir því sem hún gengur lengra frá sendinum þá veikist merkið. Þetta er sama aðferð notuð í Wi-Fi positioning, nákvæmlega sama. Þetta er SSI, þetta merki. Og þegar það er að gera Wi-Fi positioning þá er það sama í gangi, það er að mæla styrk Wi-Fi merkisins. Og ef þú áttum fleiri en einn Wi-Fi sendi, 2 og 3, þá náttúrulega getur þú betur staðsett notandann. En nákvæmnin er ekkert sérstök. Og svo líka Wi-Fi staðsetning á Apple símum er frekar erfitt að gera af því að Apple hefur eitthvað svona beina stuðning við það. Þeir fela fyrir mann svolítið Wi-Fi loftnetið, meðan það er miklu auðveldara að gera það í Android, þó það sé vissulega hægt í iPhone. Það er svona vesen. Og ef ég myndi vilja setja nákvæma staðsetningu við Wi-Fi þá þurfti að leggja hérna rammaskýra út allt af því að Wi-Fi tekur miklu orku. Og þannig sé þið Bluetooth mjög snyggt. Þannig að þetta er sama prinsip í rauninni, staðsetningin. En þeir eyða lítil orku, eins og ég kom inn á, og líka það síminn eyða lítil orku. Margir halda, ég er með kveikt á Bluetooth, síminn minn er alltaf að spóla upp öllu rammanum. En þetta er Bluetooth Low Energy. Síminn er bara að taka á móti merki, hann er ekki að senda út merki. Þannig að þetta eyðir ekki mikil orku. Svo eru til svona Bluetooth sendar sem eru með meiri búnað inni, eins og til dæmis að ná MAC-adressum. Þannig að það eru bara teljarar. Við erum ekki að rugla þessu saman, en þetta er oft notað í samhengi. Ef þú vilt telja hvað maður ekki komin í herbergi, bursið frá hvort þau er með app eða hvað, þá eru til svona MAC-adressu safnarar. Þetta er bara
Varðandi nákvæmnina, þá er hún bara nokkuð góð þegar ég svona 1 meter frá. 1, 2, þegar ég kom upp í 2 til nákvæmina. En ef allir væri með einsíma, sömu tæki, þá er þetta miklu minna mál. Og í Apple er þetta miklu minna mál, af því það eru miklu færri tegundir tæki. Í Android, þetta er svo mikil aragrúða tæki. Og ef við tökum til dæmis, ef þið eru með hérna tæki frá svona 2013, að þá, sem er orðið gamalt, 2,5 hálfsárskólu tæki, S3 til dæmis, að nákvæmnin er bara miklu verri á þeim tækjum af Bluetooth Low Energy heldur en á nýjum S6 til dæmis síma. Og þannig að þið finnið fyrir því hér, þeir sem eru með gamla síma, þetta virkar ekki nógu vel, þeir sem eru nýri síma, þetta virkar betur. Þannig að þetta er náttúrulega tækni sem er að koma inn. En menn mun ekkert staldra við þessu. Bluetooth Low Energy var vinsælt út af því að Apple setti inn í símana og Google setti inn í símana sína. Og þetta var hugsað fyrir payment-kerfi. Þannig að þú getur borið síman upp að í POS-kerfunum og þá gastu í staðinn fyrir að nota NFC-tæknina. En svo hefur bara nokkurinn farið út í að þessi áttir að út af því að þetta er til staðar í símanum. Þannig að rafhlöðurnar endast í þessum betri bíkunum, þá endast þær svona í 1 til 2 ár. Í þessum verri bíkonum, þá erum við að tala 36 mánuði og verða signaði jafnvel. Og svo eru svona umhverfisþættir. Til dæmis, þið sjáum að bíkonum er frekar hátt uppi. Það er út af því að ég hefði að vinna niðri, að þá myndi líkaminn okkar blokkara. Af því að örbylgjumerki fara ekkert mjög auðveldlega í gegnum vatn, og við erum 70% vatn. Þannig að það er svona helsta blokkingin. Þannig að við höfum það uppi og ef það hægt að hafa í loftið þá er það ágætt. En oft er loft með hál, þannig að það gengur ekki, sko. Þannig og svo er náttúrulega járn og svo líka svona örbylgjusendar sem að fylgja ekki stöðlum og þeir geta truflað ekki. Þannig að maður þarf ef við tökum nýja vettvang þá þurfum við að fá okkur mæli ganga þessum sem gerur þetta ekki til, sko. Við tókum eftir því inn í Eldborg, það voru svona, og inn í Norðurljós, það voru greinilega örbylgjusendar sem voru að trufla. En það var samt nógu gott. Þannig að, já, hér er bara svona nokkrar myndir, svona til gamans að þessi þarna erum við kontakt og estimót bílnáms. Estimót eru svona flottir, og þeir eru meira að hugsa það í svona búðum og svoleiðis, og þú vilt að fólk taka eftir, það er bíkon hana, þá hlýtur að vera efni hérna. Þannig að þá erum flott að hafa svona hönnun í því. Meðan kontakt eru meira svona, þeir byrjuðu að gera þetta fyrir blinda í rauninni, þeir eru meira svona praktískir, þetta er málið yfir þetta dottið í gólfið og svona. Þannig að við höfum frekar tekið þá, sko, nema að það á að vera svona flott og vera á vegg og svona ákveðandi. Já, svo erum við hérna með framtíðin og við erum byrjuð að skoða að þetta er mjög spennandi tækni. Reyndar er þessi tækni búin að vera í þróuninni frá 2011-12. Þeir byrjuðu á því að vera að mæla og finna út hvað truflanir sem að geta orðið af rafsegulbylgjum. Og þeir uppgötuðu það, í rauninni, að þessi stofnandi, þetta er finnskt fyrirtæki, að í rauninni allstaðar eru rafsegulbylgjur, þar sem við erum, af hlutum. Það endurkast alltaf þessu, á gólfið, af skjánum, allstaðar. Þannig að þá gátu þeir í rauninni nota svona fingerprint technology, þannig að þessi þýðir að þú gengur með svona tæki sem stillir af, ferð hérna fram og tilbaka svo fólk og tekur niður hvernig er rafsegulbylgjuna hér í rýminu. Þá þarf ekki að setja upp neitt. Það er bara að vera að nota náttúrulega rafsegulbylgjur úr umhverfinu. Og þetta virkar ef að fólk er að ganga svona ákveðnar leiðir. Eins og þetta svínvirkar í verslunum, í svona bónum, svona stórmörku. Það eru stálgrindur á báða vegu, fólk er að ganga hér. Og þá er hægt að gera þetta í svoleiðis umhverfi. Í þessu umhverfi, við reyndum þetta og fyrir söfn og svona, það var ekki að gera sig, sko. En þetta fyrirtæki heldur alveg áfram og við höfum ekki nýtt þetta frá þeim, við höfum bara prófað það og það var ekki nógu gott. Það eru 1,5 ár síðan við prófum það síðast. En þetta er áfram með þróun og þetta er mjög spennandi tækni. Sérstaklega fyrir svona umhverfi. Til dæmis ef þú breytir, ef við færum þetta hérna hinum megin, að þá þarf að stilla upp á nýtt, því þá breytast rafsegulbylgjurnar. Þannig að þetta er vonlaust fyrir söfn sem er til dæmis alltaf að breyta uppsetningu, sko. En þetta er fínt kannski fyrir verslun sem er alltaf eins. En aftur á móti ultra-wideband, þá erum við komin í alvöru tækni. Ég er mjög spenntur fyrir þessu. Þetta býður upp á svo margt.
þá erum við komið með nákvæmlega upp á 10 cm hvað notendurinn er staðsettur. Vandamálið við þessa tækni er að þessi chipana sem er búið að framleiða, það er búið að koma svo niður á lítinn chip með loftneti, þetta er transceiver, bæði sendur og móttakari. Og þetta er ekki komið inn í símann. Þetta er notað mikið í róbótum. Þetta var þróað og nýtt til dæmis eins og í svona vöruhúsum. Það sem að afgreiðslu eins og Amazon, það sem eru sjálfvirkir róbótar sem eru að ná í vörurnar og pakka. Þeir þurfa að vita nákvæmlega hvar þeir eru staddir, þeir eru að fara á milli rekka og upp og niður. Þannig að þeir þurft að finna staðsetningu í þrívídd innanhúss. Og róbótum er með nógu orku í sér, þannig að þeir gátu gert þetta. Þannig að þetta er búið að vera til í nokkuð mörg ár, en það er bara mjög nýlega, það er þetta B-School. Við mælum við að tjekka á því. Þeir bjuggu til einn síma sem er með þessu. Síminn kostar $1000. Nei, $1000 síminn. Og af því að þetta er ekki komið svona inn í almenna búnað. En við erum að kíkja á þetta. Það er líka hægt að fá þetta í sér búnaði. Þannig að þetta hengja þetta hérna hálsinn á sér, ganga úr safnið, hvað það er, og rauninni síðan senda staðsetningarupplýsingarna í símann í gegnum netið og safninu. Þannig að það er eitthvað svona nálgun sem við erum með þangað til þetta verður innbyggt inn í símann. Þá í rauninni veit þessi litli pungur, hann veit hvar hann er út frá loftnetu sem er sett í kring. Nú er tíminn að vera búinn, þannig ég ætla bara að örstutta sýningu hérna svona mynd. Þá voru sett í svona loftnet, þau geta verið alltaf 10–15 metri í burtu. Þetta fer í gegnum steypu og hvað er það, og inn í þessu er hægt að staðsetja fólk með mikil nákvæmni. Við erum að tala 10 cm nákvæmni og við erum að sjá fyrir okkur alls konar skemmtilega hluti sem hægt er að gera við það. Jafnvel að setja þetta í armbönd á hendurnar og líka ímyndið hvað hægt er að gera við það. Og það er í þrívídd, það er upp og niður og hliðar. Þannig að þetta er svona það sem að við ætlum að fóra næst. Já. Þú sagðir að nota verki í styrkun og verkinu til þess að nefnda... Já, það er tími. Það er synk á tíma. Þannig að móttakarinn veit á hvaða tíma merkið var sett af stað. Þetta er rosalega litlar millisekundur. En tíminn dugar. Skiptir það ekki rosalega miklu máli að þætti sem að tekur við sér rétt? Jú, þau synka sér saman í tíma. Það er þessi loftnet. Hérna, þau eru með tímaskanninguna. Loftnetin er öll synkuð saman og svo tækið sem er í miðjunni eru synkuð í loftnetinu. Og svo geta það reiknað út ljósaraðan sem að frá merkinu að fara frá loftnetinu með þessari lýgilegu nákvæmni. Þá hefur það ekkert með styrk merkisins að gera við. Það er lengi tími þetta en ég veit það ekki. Hefur við eitthvað tíma? Já. Bluetooth sendanir, þurfa allir að vera með ákveðið app til þess að fá skilaboð, eða bara nóg að hafa kveikt á Bluetooth? Það er nóg að kveikt á Bluetooth til að fá upplýsingarnar, eða sem sagt nafnið á sendinni, þess að auðkenni sendisins. Síðan þarf appið að túlka hvað það á að gera við það. Já, þú þurftir alltaf að vera með hagkúrsappið til þess að fá hagkúrsskilaboðina. Já, með tölum aftur hérna aðeins, með þessum sem er ennþá langvinsælustu, IP-protokól. Þannig að hann sendir bara auðkenni. Eddystone aftur á móti sendir slóð. Þannig að þá getur við verið með almennt app sem er bara Eddystone app. Þú fer inn í Hagkaup og þá farið Hagkaup. Svo erum við með svona vídeó sem er á vefnum, ég heldur hún ekki tíma, Kristinn, er ekki tíma? Jú, við erum eiginlega búinir. Já, en þá getum við fengið eins og söguna af eldum og ekki hafa flottari mynd á skjánum. Já, svona, já. Ég var nálega í skjánum, sko. Og hvernig við búum til leiðsögn, hvernig bætum við gólfi, bætum við stöð, skráum bílkona við stöðvar og svo er svona notkunardæmi hjá eldheimum. Er þessi vídeó frá ykkur? Já. Er ekki bara að fara inn á lótleika? Jú. Bara síðan ykkur og sjá hvað það er? Nákvæmlega. Kom ekki þetta glæðunar á netið líka? Jú. Ég skilst það. Hún gerir það. Og svo erum við með appið hérna á Ultimationi. Og endilega, það er bara mjög gaman líka að fá feedback. Hvað þetta finnst þið að senda okkur e-mail, hérna er ég, ég er að fá Keitifæ og takk fyrir mig.